það mikið réttlætismál að við og sérstaklega konur og feministar og samkynhneigt fólk getum tjáð okkar veruleika, okkar skoðanir óhindrað að sjálfsögðu samt helst með virðingu fyrir öllu fólki og án þess að vera með þetta umtalaða hatur sem við erum sökuð af því að það til hatursfullt fólk og að vera líka að passa okkur að detta ekki í þann sama pitt og aðgreina okkur skýrt og skilmerkilega frá því allir eiga skilið lágmarkskurteisi og umburðarlyndi, hvort sem það fólk trans, ekki trans, samkynhneigt, gagnkynhneigt. En við hefðum gjarnan vilja vera með í gleðigöngunni sem fer fram í dag, en þar sem við eigum ekki innan hinsegin samfélagsins svokallaða upp á pallborðið, þá ætlum við að skipuleggja þetta málþing í staðinn og mig langar bara að koma þeim skilaboðum á framfæri að réttindabaráttu samkynhneigðra hefur alltaf einkennst af gleði og þrátt fyrir að séu mjög þung og alvarleg mál í gangi núna þá vona ég bara endilega að við höldum í þessa gleði, þessa list, þetta fallega sem hefur alltaf einkennt réttindabaráttuna áfram og við verðum bara að skapa hana alveg sama hvað dynur á í raun og veru. En ég vil bara þakka öllum sem koma að skipulagningu þessa málþings alveg innilega fyrir og segja bara góða skemmtun.